Nú rökkvað að stökkva, sagði Skotti yfirvegaður, eins og ekkert væri sjálfsagðara. Við náum aldrei að stökkva yfir. Þetta allt of langt, sagði Freyja dauðskelkuð. Skotti gaf ekki álit sitt á þessu mati Freyju á aðstæðum. Heldur sneri sér einbeittur að blaðskellandi risaðlunni og mundaði gullykilinn eins og hafnaboltakylfu. Þar sem að risaðlan var að minnstakosti 10 sinnum stærri en hann og þykk og leðurkennd húðin í raun hinn ákjósanlegasta brynja, virtist ákjálega fjarstæðukennd að þessi bardagaáætlun hans myndi gefa góða raun. Á þessum tímapunkti, nákvæmlega þarna, voru sennilega það bil 10 sekúndur í óheppilegan árekstur Huppu, Skotta og Freyju við risaðluna. Skyndilega losnaði löng klifurjurt úr tré hinum megin á bakkanum, eins og að sjálfu sér, og sveiflaðist letilega yfir gjána þar til nú dinglaði kærleysislega það bil 1,5 metri frá ferðalöngunum fræknu. Skotti leit yfir öxlin á sér á líflínuna frá jurtaríkinu, gjóaði síðan augunum á Freyju og Huppu og sagði: eins og ég sagði núna rétt á hann, sökkva eða stökkva. Æpti Freyja og með samstilltu átaki stukku þau á klifurjurtina, gripu dauðahaldi hana og sveifluðust hraðbyri yfir ána í átt að fyrirheitna bakkanum. Sekúndubroti áður en að risaðla náða stanga þau. Þau tímasettu stökkið vel og svifu lipurlega gegnum loftið. En Freyja og Huppa mistreiknuðu sig tölvert í lendingunni og lentu heldur þunglamelega í drullunni. Skotti hins vegar lenti á fótunum eins og kattaði siður. Og eftir að hafa sendt Freyju og Huppu ódulinn fyrirletningasvip þar sem þær lágu í hrúgu á jörðinni, leit hann yfir á hinn bakkan. Risaðlan stóð fnæsandi á brúninni og hjó fótunum á hann í jörðina eins og mannýgt naut. Við fætur hennar lá glitrandi gullykillinn, nákvæmlega það sem Skotti hafði mist hann áður hann lét sig gossa. Jæja, ég verð ekki að fara yfir aftur og ná eina lykil, sagði Skotti mæðulega.